það raunfærni var til styrkingar háskólanáms og ég semst meistararnemi við Háskólann á Akureyri í menntunarfræðum og að ljúka vonandi náminu, ég ætlaði að ljúka í vor en svo bregst allt, það kom COVID og ýmislegt. Þannig að ég klára þetta vonandi næsta vor. En ég starfandi sem forstöðumaður Vinnumálastofnunar á Norðurlandi eystra og Austurlandi og það tengist þessu heilmikið. Ég var hér áður framkvæmdastjóri Símenntunarmiðstöðvar Eyjafjarðar og kom að svona upphafsdögum raunfærnimats á sínum tíma, þannig að ég þekkti það svo sem ágætlega á framhaldsskólastiginu, en hef haft gríðarlegan áhuga á því frá ég tók við starfi forstöðumanns Vinnumálastofnunar að koma á raunfærnimati á háskólastigi til styrkingar háskólanáms, því að við erum með svo gríðarlega mikil mannauð þarna úti sem að starfa umfram menntunarstigi, eins og ég sá það á þessari glæru sem ég búin að birta hérna. Þetta að vísu glæra síðan 2017, en það ekki svo mikið sem ég breyst síðan þá, þetta svolítið staðan og þetta glæra frá Vinnumálastofnun, frá Karli Sigurðssyni sem okkar greiningarsérfræðingur. En þarna erum við að skoða eins og efsta línan, það erum við að skoða háskólamenntun og hvernig störfin dreifast meðal háskólamentara og eins og ég sjáu þá eru 15% háskólamentara sem eru í starfi undir þeim menntunarkröfum sem eru gerðar. Þar að þeir eru overqualified eins og maður segir, eins og á gjarnan við til dæmis konur af erlendum uppruna sem eru hér á Íslandi og eru að starfa við þrif til dæmis eða í ferðaþjónustu og eru með mjög hátt menntunarstig. Nú svo kemur miðjulínan sem að ég hef mestan áhuga á og virkilega að vinna með að þeir sem eru með starfs- og framhaldsmenntun og þar með talið stúdentspróf eru alltaf 30%, ríflega 30% sem eru að vinna í störfum sem krefst háskólamenntunar en þeir eru ekki með háskólamenntun og það þessi hópur sem ég virkilega að horfa á og vinna með. Síðan náttúrulega neðsta línan, grunnmenntunin, að þar eru 16% þeirra sem eru eingöngu með grunnskólamenntun sem eru líka að vinna í þessum háskólamenntuðu störfum, þessum störfum sem að krefjast í dag við háskólamenntunar og það ansi stór hópur líka. En sá hópur þá ekki væntanlega metin inn í háskólanám til styrkingar háskólanáms vegna þess að þeir þurfa fyrst að uppfylla þær kröfur að vera samþykktir inn í háskólanám. Þannig að miðjulínan það sú lína sem að ég helst að vinna með. Og á undanförnum árum hef ég komið til aðstoðar mjög mörgum einstaklingum, fjölmörgum einstaklingum sem eru staddir á þessum stað, hafa verið í mjög góðum störfum, hafa fengið störf, jafnvel bara strax eftir stúdentspróf á sínum tíma, hafa verið í stjórnenda og sérfræðingsstörfum, sérmenntaðir á þeim tíma, fengið slík störf en hafa ekki lokið háskólaprófi. Síðan gerist það kannski á einhverju tímapunkti að annaðhvort eru störf niður, fólk ákveður að flytja búferlum, einhverja breytingar verða á persónulegum háttum og þá reynist fólki erfitt að fá störf við hæfi því að þau eru náttúrulega að máta sig inn í störf sem að gera kröfur til háskólamenntunar í dag en þau eru ekki með þá menntun. Nú, ég ákvað að fara að gera rannsókn á þessu sviði þegar ég hafi lokið mínu námi og eftir mikla umhugsun þá var ákveðið að þetta yrði starfendarannsókn. Það var ekki síst í samtali við My Critical Friend sem að segja, Hildur Betti sem þetta sem kom inn á þessa braut en þarna ég í raun að skrá rannsókna frá upphafi til enda sem mun nýtast mjög vel þeim háskólum sem munu vonandi taka þau upp síðan í kjölfarið. En ég hafði marga einstaklinga í huga þegar ég ákvað að fara á stað og ræddi fyrst við einn einstakling sem hafði starfað sem blaðamaður í 36 ár og viðkomandi var mjög spenntur fyrir þessu verkefni. Hafði sjálfur þá reynslu að hafa kennt við Háskólann á Akureyri og þekkti þar að leiðandi mjög vel til fjölmiðlafræði Háskólans á Akureyri og fjölmiðlafræðin sem þekkti til hans sem var kannski svona ákveðið forskot og síðan höldum við áfram bara markmiðið með rannsóknir þar að gera fyrstu tilraun hér á landi til að meta
einstakling til styttingar háskólanáms og að skrá ferlið frá upphafi til enda, sem að ég tel að muni nýtast vel. Rannsóknarspurningin, hún þessi, raunhæft að meta hæfni sem áunnist hefur á vinnumarkaði til ECTS háskólaeininga með það í huga að stytta nám til grunn háskólagráðu. Og mér langaði bara að leggja áherslu á þetta, eins og Ína Dögg sagði hér áður, að raunfærnimat ekki gjaldfelling náms á engan hátt. Og við verum alltaf að hafa það á baku eyra þegar við erum að velta þessu fyrir okkur. Þarna setti ég fram fullt af myndum og greinum eftir þennan tiltekna blaðamann. 36 ára starf í blaðamennsku segir okkur bara það að það gríðarleg reynsla og þekking sem liggur þarna baki. Og það var mjög spennandi að fara með viðkomandi gegnum þetta raunfærnimat og sjá hver niðurstaðan yrði. Samstarfsaðilar í þessu verkefni, þannig að leiðbeindi minn, Hróbjartur Árnason, síðan að deild fjölmiðlafræðina verið Háskólann á Akureyri og þá helst að nefna Birgir Guðmundsson sem sá raunfærnimatið. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, ég fór bæði á námskeið hjá þeim og síðan komu þau norður með námskeið við Háskólann á Akureyri. Síðan það stýrihópurinn við HA, en þar má nefna til dæmis Árníu Þóru, námsstarfsráðgjafa, Vöku Óttar skæðastjóra, Andreu Hjálms og Pál Björnsson sem eru kennarar við háskólann, ásamt Birgi og mér. Síðan voru fræðilegi viðmælendur, ég ætla búin að ræða við ýmsa, en þar má nefna meðal annars Ínu Dögg og Jón Torfa, sem hunda, og Rúnu Vigdísi hjá Rannís, meðal annars. Og svo, síðast en ekki síst, krítíski vinur minn, hún Hildur Betti, sem búin að hjálpa mér mikið. Hún í Þýskalandi og ég á Íslandi og hún að vinna sína doktorsritgerð á raunfærnimat og við höfum svona í hvor aðra og hún hjálpaði mér mikið. Þannig að takk fyrir það, Betti mín. Nú, hvernig þessi ferill og hvernig fór þetta fram? Nú, fyrst var það bara hugmyndi fæddist, en hún var svo sem búin að gerjast með mér í fleiri ár, skal segja. Þannig að tækifærið var þarna þegar ég þurfti að ákveða hvað ég vildi skrifa og hvað ég vildi rannsaka á lokametrónum í menntunarfræðunum. Þannig að ég ákveði að fara í þetta að raunfærni með þetta einstakling og var mjög spennt hvort að það myndi takast. Nú, ég fór náttúrulega í þessa bara fræðilegu upplýsingaöflun sem náttúrulega tekur tíma, ég veit ekki hvernig þetta er eins og snjóbolti, maður byrjar á einum stað og svo endar maður með allt og mikið efni kannski í lokin. Viðtöl og samtöl við ýmsa aðila sem hafa komið að raunfærnimati. Nú, svo tók við viðtalið mögulegan kandidat, eins og ég sagði áðan, þá var þessi blaðamaður, tiltekni blaðamaður, sem fyrsti sem ég ræddi við af nokkur sem ég hafði haft í hyggju að ræða við og ég vildi svo gjarnan raunfærni með þetta hina líka. En það kannski kemur síðar, vonandi gefst tækifæri til þess. Viðkomandi var tilbúin í verkefnið með mér, þannig að þá var næst að tala við fulltrúa fjölmiðlafræðinnar við Háskólann á Akureyri og Birgir Guðmundsson tók mér mjög vel og var spenntur fyrir verkefninu vegna bara fjölmiðlafræðinnar innan HA, ekki síst líka bara vegna Háskólans á Akureyri að þessi háskóli gæti verið svolítið frumkvöð í því að raunfærni með þetta fólk til styttingar háskólanáms og sá tækifæri í öðrum deildum, meðal annars. Nú, hann þekkti til viðkomandi blaðamanns og eins og ég sagði að góðu einu eftir að hafa meira segja kennt við fjölmiðlafræðina, þannig að þetta var gott forskot þarna. Nú, svo var það að finna leiðbeinandann og hann svo sem fannst ekki við Háskólann á Akureyri því það hafði engin sérfræði þekkingu í raunfærnimati við Háskólann á Akureyri, en ég fór þá bara að leita utan háskólans og ég þekkti til Hróbjarts og óskaði eftir því að hann hefði vinnlindati sem að hann samþykkti og hefur gengið bara mjög vel, verið gott samstarf. Nú, eins og Hróbjartur talaði nú við mig í upphafi að þá varð ég náttúrulega að taka þetta námskeið í raunfærnimati sem kennt á vegum fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins til þess að í rauninni bara geta farið inn í þetta verkefni og ég byrjaði á því fyrir haust að fara í gegnum þetta nám sem var mjög gott og ég mæli mig og við þurfum að passa upp á það að þeir sem eru að raunfærni með þetta, að þeir skilji út af hvað hugmyndafræðin gengur og eru búin að afla sér þekkingar meðal annars að fara á svona námskeið raunfærnimati. Mjög góður grunnur. Nú, síðan hefst bara þessi undirbúningur raunfærnimats með þessum kandidat
Gaman að nota nafni kandídat eða orðið kandídat því það hefur skírskotun til þess sem útskrifaður á háskólanámi, þannig að það gott að nota þetta orð sko. En það var mjög gott að vinna með þessum blaðamanni. Hann átti allt efni frá því bara hann byrjaði að starfa áður en hann var stúdent við Menntaskólann á Akureyri. Gríðarlega mikið efni og hefur náttúrulega verið tilnefndur til verðlauna og skrifa bækur og hann hafði gríðarlegt efni til þess að setja fram og við ákveðum, eða ég í gegnum alla mína pælingar og þessa fræðilegu upplýsingaöflun ákveði að fara portfólíóleiðina. Að fá hann til þess að skrifa portfólíó og setja inn allt sitt efni í gott portfólíó. Hann gerði þetta og lagði mikla vinnu í þetta og lagði fram gríðarlega vandað portfólíó, má ég segja. Það er bara gríðarlega vandað og gaman að sjá hvað það gekk vel. Þetta portfólíó var lagt fram við Háskólann á Akureyri í janúar í ár og þau tóku við þessu, Birgir Guðmundsson og Árný Þóra. Við fórum yfir þetta með blaðamanninum, það fór ekki yfir allt saman en svo nokkurn veginn fórum við yfir það sem hann gat og hafði lagt fram. Síðan tókum við fundir með stýrihópi og geðastjóra Háskólans á Akureyri til að setja þetta allt saman í ferli og í samhengi við í rauninni starfsemi Háskólans á Akureyri. Það var komið, áður en þetta var náttúrulega, þá komum við í Norðursins með námskeiðið, hann Haukur Harðar hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins til þess að fræða starfsfólk innan Háskólans á Akureyri og það voru fleiri en þeir sem koma að þessu, líka áhugasamir eins og innan lögreglufræðana sem voru mjög áhugasamir að prófa raunfærnimatið í þeirri deild. Síðan fer raunfærnimatið af stað í raunverulega raunfærnimat sem að Birgir Guðmundsson framkvæmdi og það var mjög gott að vinna þetta raunfærnimat vegna þess að hæfniviðmiðin við fjölmiðlafræðina eru mjög skýr. Þannig að það var tiltölulega basic að setja þetta inn í þann ramma. Og síðan var þetta náttúrulega matsamtal við kandídatinn og niðurstöðurnar voru síðan kynntar í vor fyrir náms- og matsnefnd innan Háskólans og samþykkt 18. maí og síðan var niðurstaðan kynnt fyrir deildarfundi félagsdeildar og það var samþykkt í júní 2020 núna. Þetta liggur á borði framkvæmdastjórnar, ekki búið að afgreiða, COVID hefur frestað ýmsu og meðal annars þessu, en niðurstaðan 60 ECTS, að kandidatinn fái metnar 60 ECTS einingar. Af hverju 60 ECTS? Maður spyr sig eftir 36 ára starf sem blaðamaður fær maður þá ekki metnar fleiri einingar en 60, þessi nemur 1 ári í háskóla. Þetta svolítið flókið vegna þess að það hefur ekki verið framkvæmt raunfærnimat við Háskólann á Akureyri fyrr. Það eru engar reglur innan Háskólans sem leiðbeina hvernig má meta og eina haldreipi sem þeir höfðu og sem Birgir hafði var að það er heimilt að meta 60 ECTS einingar inn í Háskólann á Akureyri frá öðrum háskóla. Þannig að hann kemst ekki lengra en þetta, 60 ECTS einingar. Sem þó 60 ECTS einingar og við skulum ekki gera lítið úr því. En til dæmis við finnska háskóla í raunfærnimati þar, þá hægt að meta allt nám fyrir utan lokaríkja. Og auðvitað myndum við kannski vilja fara þangað. Annað sem kemur til að fjölmiðlafræðin við Háskólann á Akureyri akademískt nám. Þetta ekki fagnám nema litlu leyti, þetta mjög akademískt líka. Þannig að það eru ýmsar greinar þarna fræðilegar sem að blaðamaður á vettvangi ekki búinn að tileinka sér, sem að verður svo að gera. Þannig að það ýmislegt sem að þarf að spá í þegar þessi niðurstaða metin. En svo aftur á móti getur vel verið að þegar hann heldur áfram í námi eða skrá sér námi að hann geti lagt fram efni sem verkefni. Það ekkert ólíklegt í öðrum greinum. Þannig að stytt þannig leiðina að ég ljúka BA-prófi í fjölmiðlafræði. Voru einhver ljón í veginu? Það góð spurning, kannski að velta þessu svolítið fram. Hindranir
í rauninni hef ég ekki rekist á neinar hindranir ennþá. Þetta var ótrúlega, og ég er mjög þakklátt fyrir hvað allir tóku þessu vel. Hvað kandidatinn var snöggur að samþykkja, hvað fjölmiðlafræðin var snögg að samþykkja að vera með og hvað ég fekk ofboðslega marga til liðs við mig sem að voru svo áhugasamir og tilbúnir að vera með. Þannig að, og ef hindrun skal kalla þá var það náttúrulega bara að leita ennenda utan háskólans á Akureyri, en það var svona ekkert mál og ég þekki gott fólk víða, þannig að það var nú augljóst að leita til Háskóla Íslands. Nú áskorunir, þær eru náttúrulega fjölmargar og kannski fyrsta áskorun þessi, hvað viljum við gera? Það er til Evrópusamþykkt frá því 2018 að öll þessar skólastigi að raunfærnimeta og þar með talið háskólar. Þannig að við megum nú aðeins fara að hlaupa hraðar ef við ætlum að standast þessar kröfur og ég óskaði svo að þetta verði tekið því að það er svo mikill mannauður hérna úti sem að við erum svolítið að setja niður á annað plan ef við ætlum ekki að viðurkenna þá reynslu sem að fólk hefur aflað sér til áratuga í atvinnulífinu. Og við ætlum bara að segja með einu pennastykki nei, þú ert bara ekki neitt af því að þú ert ekki komið með eitthvað BA-próf eða meistarapróf og við ætlum ekki að raunfærnimeta þau. Þannig að mér finnst þetta bara mjög alvarlegt að við séum kannski 30% af þeim sem eru með þó þess að menntustúdspróf og hafa verið í mjög krefjandi störfum að þeir fái það ekki metið. Og þegar þeir sækjum störf að þeir séu í rauninni bara laðið til hliðar og fá ekki viðtal vegna þess að þeir tikka ekki í þetta box. Þannig að þetta finnst mér kannski mesta áskorun. Það er það að við viðurkennum þessa gríðarlegu þekkingu sem er til hjá einstaklingunum þarna úti. Nú svo er þetta spurning kostnaðinn að hver á að borga? Og ég var nú mjög heppin í þessu verkefni að ég þurfti ekki að borga fyrir þessa þjónustu sem Háskólinn á Akureyri veitti mér og blaðamaðurinn þurfti ekki að gera það heldur. Þetta var bara tilraunaverkefni sem allir voru tilbúnir að fara í, en auðvitað kostar þetta pening. Og spurningin á nemandinn að borga eitthvað ákveðugjald, á hann að borga með tillit til hversu margar einingar hann fær metnar, eða er það bara, eitthvað vissgjald og síðan kemur ráðuneyti að því að auðvitað kostar þetta pening og það þarf að passa upp á að háskólinn fái þessar greiðslur fyrir þessi verkefni. Þannig að það eru alls konar pælingar sem að væri gaman bara að spjalla við ykkur, en þetta var síðasta glæra mín, þannig að nú bara gef ég orðið laust.